Jæja, góða kvöldið, konnichiwa, beinustu leið frá Japan. Allt að koma hérna saman hjá okkur, eitthvað illa mætti á okkur sýnist mér í opndeildinni í kvöld. Enda stór hættuleg braut, skilst mér á mönnum. Við bjóðum ykkur velkomin hérna á streymið. Þórður og Magnús Sann. Góða kvöldið. Magnús Sann, hvernig líst þér á þetta? Herru, mér líst okkur láta. Ég svolítið spenntur að sjá hvort við náum að gera það sama og okkur tókst að gera í fyrra þegar við kepptum að það. Þegar þú hóstaðir opndeildinni við dræmar undirtektir. Sko, keppendum fannst þetta ekkert voðalega fyndið, en okkur fannst þetta alveg óborganlega fyndið í margar vikur og eftir. Þetta ennþá fyndið. En önnur eins rigning hefur aldrei sést í keppni, hvorki fyrr né síðar. Nei, þegar ringdi 3,5 tíma keppni, þetta var... Já, það er spurning hvort við náum að endurtaka leikinn í þetta skiptið. Já, ég vona það. Það er eitthvað við það að lýsa keppni þar sem að kemur alveg grenjandi rigning. Og það fylgir einhvern veginn þessari braut að ef það rignir þá kemur algjört úrhelli. Já, það passar. Nú er klukkan 4:00. Ég ætla að hvetja alla sem hafa nokkuð tíma að láta sig óra það að taka þátt í keppni hjá okkur að láta bara verða því, skella sig með okkur. Það er nóg að plássa á braut. 6 keppendur mættir. Þannig að bara því fleiri því betra. Bara nauðsynlegt fyrir menn að muna eftir í að eiga regndekk. Já, og bara allir ungnir sem aldnir að mæta kera með okkur. Já, en það finnst við höfum smá tími það við ákveðum að gera smá breytingu þar sem að lobby hafa oft verið opnuð svolítið vel fyrir tímatöku þar sem að menn geta komið inn og braut og eftir sig að þá vorum við að taka ákvörðun það við ætlum að resetta lobbyið núna bara rétt áður en að tímatakan byrjar til þess að menn viti ekki hvernig veðrið verður alla tímatökuna og það verður gert í öllum deildum. Já. Þannig að það er bara 1-2 mínútum áður en að tímataka á að hefjast, þá verður lobbyið resettað þannig að menn viti ekki út í hvað þeir eru að fara þessar 10 mínútur sem að tímatakan er. Og þetta er aðalega gert til þess að auka bara meira á spennuna það hvort að menn fái rigningu í tímatöku eða ekki. Setur ákveðin effekt í þetta sem að gæti komið rosalega vel út fyrir áhorfendur og okkur sem lýsendur. Já, við ætlum að gera hérna í kvöld á grúp 3 bílum eins og áður. Hérna á Suzuka Motodromo eða Suzuka Circuit sem er staðsett í Suzuka í Japan. Yndisleg braut sem að hönnuð var af mínum uppáhalds kappakstursbrautaframleiðanda. Hvað kallar maður þetta, Magnús? Hönnuði. Kappakstursbrauta hönnuði. Honum Hans Hugenholtz. Frægur fyrir að hafa einnig hannað Solder og hluta Hockenheim og meira til, þannig að þetta er stórt nafn í þessu. Nú ætla ég bara að resetta þetta lobby. Já, það er komið tíma á það að resetta þetta lobby. Það er ennþá pláss fyrir mannskap. Hannes er komin inn. Það erum 7 á braut allavega. Alla endera inn á brautina.
Allir að muna eftir rigningadekkjum, allir að muna eftir Good luck, have fun. Við erum bara að fara að henda tímatöku af stað. Ég er að Við skrifa erum nú með ágætis kanónur inn á braut núna. Hannes, Jón Valdimars og Jón Ægir. Allt fyrrverandi úrvalsdeildar ökumenn. Ég er að skrifa hérna í chatið mun eftir regndekkjunum og hards eru mandatory í raus. Svona, þá ætti það að vera komið til skila, gefum þeim 20 sekúndur til þess að kaupa sér regndekkinn ef það klikkaði eins og klikkaði hjá ykkur síðast ef við heldum þessa keppni. Já, fleiri en einum og fleiri en tveimur. Já. Þetta var alveg stórmögnuð ballettsýning sem við fengum í síðast þegar átnarlitin keyrði á Suzuka. Við hefðum getað eytt öllu kvöldin í að lýsa keppninni frá hverjum og einum ökumanni og það var alltaf eitthvað sem að koma upp á hann. Herru, þá bara störtum við Kvóli hér með. Og endilega ef að menn þora að koma með spá. Það ekki nema 7 bílar sem eru á braut en það þurfi einhverjir að verma efstu 3 sætin á pallinum. Já, og það er næstu 50-50 séns að ná því rétt. Já. Þegar Bergur er að koma hérna fyrstur út á Ferrari og byrjar á að missa hann í fyrstu beygju. Það er bara verið að testa limitið. Það er fyrsta spá, Jón Brynjar. Pálmar, Hilli, Jón. Jón Valdimars eða Jón Ægir voru að svara því, Jón Brynjar. Við erum með 2 Ferrari á braut. Það er í óttmjöldinni. Það er annars vegar Bergur og svo Hilli D. Ég er í ströggli hérna með Svo erum við með Jón Valdimars á Porsche. Jóna er á Lambóinu sínum sem að þeir langaði svo að keyra. Já. Og Steini Snæbjörns, hann er á GTR. Og Hannes sýnist mér ætla að keyra Subaru FRX. Sittur að vísu inn í pitt ennþá. Og svo Pálmar Henry á McLaren. Mikið rétt. Jón Brynjar segir Jón Valdimars í 3. sæti. Það komið spá frá Viktori líka. Það er Steini Snæja, það er Jón Ægir og það er Hilli. Hannes sem er nú að keyra sjálfur, hann ætlar að segja Jón og Hilli. Þannig þorir ekki að spá sjálfum sér fyrsta sætið. Hvað erum við með hérna? Ég er mjög ánægður að sjá liveríið á bílnum hjá Hannesi núna. Já. Með japanska samurai Já. og lilla bleika litinn. Já, Ási K.R. segir Hilli, Jón Valdimars, Jón Ægir. Viktor ætlar eitthvað að breyta sinni spá. Addi Sigþórs
Jón Valdimars Hilli og Jón Ægir. Viktor breytir í Hilli, Jón Ægir og Hannes. Agnar mætti með spá, Jón Valdimars, Steini Snæja og Hannes. Já. En ekki að hafa mikla trú á kónginu mikla Jón Ægi sem að er búinn að biðja það í nokkur ára að fá að hafa rigningu allan tíman í öllum keppnum. Já, það er nú ekki allir á þeim buxunum. Nei. Ingimættur, Jón Ægir, Hannes, Jón Valdimars, þetta er kanónu spá hjá Inga. Hann er svo að koma inn í pitinn. Var að gera klárt í dekkjaskipti bara eftir állapp. Ætlar hann ekki að taka last to first aftur bara? Já, það er spurning. Ég hugsa hann hafi nú bara meira mist bílinn út úr síðustu beginu og vart inn í pit. Pálmar Henry var að setja fyrsta tíma. 2:03, 5:78. Jón Ægir 2:01, 4:43. Komin á toppinn. Jón Valdimars upp í annað sæti. Hilli 3. Hilli komin í 3. Það var ekki eitthvað fyrir... Nei, það er enginn fyrir aftan hann. Það er bara Hannes svo sem er ekki búinn að setja tíma. Já. Þetta er aldeilis Subaruin hjá honum Hannesi með þeir. Agnar með verðuga áminningu hérna til allra. Það kostar ekkert að læka streymið. Það er alveg hárrétt. Ég meina það er á sértilboði, það er alveg frítt núna út í janúar. Já, ég þakka Agnari innilega fyrir þessa áminningu alltaf í öllum streymum sem við komum að. Þetta er alveg frábært. Setja like og subscribe á rásina þannig að þið fáið tilkynningar það þegar við verðum live. Já. Það er alveg nóg að vera núna 2 útsendingar í kvöld og svo er 1 á morgun og 1 á miðvikudag. Mikið rétt. Það er kannski spurningu hvort þú getur farið yfir styrktaraðalinn okkar. Það er alveg smá tíma. Alveg sjálfsagt. Mér langaði rosalega að segja ykkur frá því fyrst svona úr því að highlights-vídeóið kom út núna daginn að þá er nú aftur bæting í rétta átt ásamt því að algoritminn er búinn að vera okkur alveg gríðarlega hliðhollur upp á síðkastið. Við erum búin að græða þó nokkuð af lækum og mínútum og kommentum og alls konar inn á síðuna. Endilega kíkið á highlights-vídeóið. Jón Ægir var að bæta tíman 2:00.09. Það passar. Mikið rétt. Valdimars svo Hilli bæta sína tíma en hann færast ekkert upp úr sæti. Steini Snæja næstur línu er að koma hérna í síðasta síkinnið. Á leiðinni inn á ráskaflan. Hann var að klára outlapp. Já, það er rétt. Okay. Hver er Pálmar Henry með refsingu komin undir brúna. Það er margt að fylgjast með akkurat núna. En já, þú ætlaðir að rúlla yfir styrktaraðila. Já, það er einmitt það sem ég er að gera núna. Við erum, og allt saman er í boði í mjólkursamsölunar. Kraftey, það er hamborgarabúllan, Lavasjó, Kaldi,
það er Dokkobit. Ég ætti nú að stiga mér svolítið við Dokkobit núna í vikunni eftir aðalfundi hjá húsfélaginu hérna. Þetta var kom beint frá Dokkobit hérna. Staðfesting á skýrslum og svona. Svo er Classic Detail búin að taka allt í gegn hjá sér upp á bílsjóða. Endilega kíkið þangað. Orðið virkilega töff hjá þeim. Ásamt nýju síðunni hjá þeim. Autocenter, GT Akademían, Verkfræðistofa Reykjavíkur, það er Yamaha á Íslandi og það er að sjálfsögðu verkfærasalan. Jón Valdimar aðeins að bæta sinn tíma og Hilli að bæta sinn og þeir halda áfram að færa sér nær Jónæi þó þeir séu ekki að skákunum. Junior Gesson að bæta sinn tíma. Það er nú 4-5. Ekki bætir Hannesi, hann ætlar bara að taka átlapp og fara svo inn í pit út af því að hann ætlar að starta síðastu greinilega. Já, ætla greinilega að halda áfram upptöknum hætti að byrja aftastur og Steini Snæja var að hoppa upp í fjórðasætið. Mættur í fjórðasæti, skýtur sér á milli Hilla og Pálmas. Ég tjær að reynast honum vel. Já, það er komin spáð hérna. Hilmar H. segir nafni tekur þetta Jónægir og Hannes. Það verður gaman að sjá hvernig þessi keppni fer. Við erum með 7 keppendur á braut, þannig að það er gott pláss, en þetta eru hraðir ökumenn. Já. Og eins og ég segi, ef það rignir þá getur verið ansi fljótt sem allt fyrir skrúuna. Já, þá getur allt gert, það er engin spurning. Sérstaklega ef að menn taka eftir í nýkomnir fram hjá pittinum að það sé að byrja að rigna. Matti minn hefur verið að tala þig núna. Hérna, Pálmar Henry er að bæta sig, en það dugar ekki til að koma upp. Hilli að bæta sig. Ekki breytið það neinu á töflunni hjá okkur. Hver er næstur yfir? Það er Hannes sem ætlar ekki að klára hring. Þá er það bara Steini. Jónægir er í Casino og Jónægir þar á eftir, já. Jónægir er að bæta tíma sinn alveg all svakalega núna. Hannes hangið þarna á línunni. Steini bæti sig ekki. Hannes setur 2.21. Jónægir var að setja 2.005. 2.005 að þessum ring, flottu tími. Þá er tímatökum lokið. Við erum komin í þessa 10 mínútur sem að tímatakan varir. Já. Hannes verður að vera með svona fyrst að setja tíma. Hann nær klárlega ekki 107% reglunni. Nei. En hann fær samt að vera með. Það er undantekning núna. Það er ljóst að Jónægir startar á ból. Og Jón Valdimars í öðru sæti og það munar sekundu á milli nafnanna. Hilli 3., Steini Snæja 4., Pálmar Henry 5., Bergur Geirs 7. og Hannes 7. Hannes setti tíma. Það er 21. Já, 21. Það er ekki innan 107%, það er eins og ég sagði. Þannig að þetta er ágætis tími hjá honum. Það er spurning hvort hann ætlar að halda þessum tíma í keppninni eða hvort hann ætlar að... Nei. Ég hef engar ágjörð á þessu. En það er allavega, það er Lamborghini á pól. Þetta er allt eins og þetta á að vera.
Nú ætla ég að taka mynd af þessu. Við getum Ég er búinn að resetta gera mitt. lobbyið aftur. Já. Bara svo við förum alveg eftir öllum kúnstarna reglum. Setjum við inn keppnistillingarnar, rúllum yfir bara til þess að sé allt eins og það á að vera. Og það sem að munar á keppnum hjá okkur, það sem getur ringt, er að í venjulegum keppnum erum við með hard og medium bæði sem mandatory, en í keppni það sem getur ringt að þar verður bara hard mandatory. Já. Að menn þurfi ekki að keyra báðar típurnar á dekkjum. Það gerir hlutina aðeins bærilegri ef það kemur rigning. Hérna, ég held ég sé búinn að jinxa samt það komið rigning í þessari keppni. Ég er að setja inn í annað skipti núna. En við erum þá bara að spara fyrir aðra deildina eftir ef svo verður. Já, sko, miðað við hvernig þetta var í fyrra, þá eiga á önnur deildina eiginlega inni smá rigningu miðað við opnindeildina. Já. Herru, við erum með Jón Ægi fremstan, Jón Valdimars öðru, Hilla í þriðja, Steina í fjórða, Pálmar 5., Bergur 6. og Hannes 7. Það á að passa. Hérna Ræsi 21, 20. Það hafa menn smá tíma. Björgvin er mættur. Björgvin er mættur. Hann er að hlaða honum á þá fyrir aftan Hannes. Bætið honum fyrir aftan Hannes. Hann er kominn, hann ætlar að vera á BR setu. Það verður þá 2 Subaruar á braut. Það er bara geggjað. Eins og við segjum, það er möguleiki að rigningu á þessari braut og það sýndi sig í fyrra hvað rigningin getur gert. Og þeir sem vilja, þeir geta farið inn á YouTube og fundið opnindeildarkeppnina frá því í fyrra og séð þessa mögnuðu skemmtun sem að sú keppni var. Já, legg til að eftir streymi á annarri deildin og eftir að þá fara allir og opni þá keppni og rifji það upp. Eiríkur Ingi, ég þarf ekki sömu rigningu og ég opnið í fyrra. Takk Ég var eitthvað að heyra, það eru einhverjir sem eru víst ennþá í sálfræði meðferð eftir meðferðina í rigningunni í fyrra. Já, ég held að það séu meira segja 2 eða 3 af þeim í chattinu okkur út núna. Já. Ég er bara rétt upp hönd sjálfur, ég ætla ekki að vera að kóla ykkur út. Þetta verður líka gaman að sjá Lamboinn á móti Porschenum í startinu núna.
þarna fremstu Roslínu. Herru, nú klukkan bara orðin, hann að við póstum inn óskum góðs gengis. Við ætlum að skella okkur í rúllandi start. Við hefjum niðurtalningu núna. Ég þarf núna að bakka út. Ég verði einn snöggur. Við ætlum ekki að missa fyrsta hálfa hringnum. Við lærum af mistökunum okkar. Það eins og fyrir segir, Jón Ægir fremstur. Jón Valdimar Sannar og Hilli þriðji. Já. Við erum með 3 MR bíla fremst á línni. Það verður gaman að sjá hvernig. Ég held nefnilega að þótt að þetta sé stutt leið sem að bílarnir fara, þá held ég að Lambóum náðu nú bara líka að búa sér til bara að koma sér út úr slipina og sem, nei, kannski, nei, Porschen öflugur. Nei, Porschen að sækja á hann. Já. Fyrsta beygja fer friðsamlega fram. Bergur sýndist með tæpur þarna. Já, eitthvað smá óöryggi í honum. Hannes komið fram fyrir hann. Subaru öflugur. Allavega annar þeirra. Já. Það tasty racing hérna á braut í hinnum Subaru-unum. Já. Við erum að koma niður að hægustu beyginn á brautinni, herpinnið. Björgvin komum fram fyrir, Hannes orðinn síðastur eftir? Hannes orðinn síðastur, já. Eitthvað hefur komið fyrir honum. Þú mist af því. Bergur svolítið tæpur á Ferraríunum. Eitthvað óstýrilótur hjá honum. Og keyrandi apparat bara. Hilli, alveg í skottinu á Jóni Valdimars. Já, kemur utan á hann á bakstreitinu. Jón Valdimars stingur sér þarna, já, snirtilega gert. Já, Jóna að halda, Hilli er ekki búinn. Nei, hann hangir í honum í gegnum Casino. Settu pakkið hérna, Björgvin aðeins víður inn í Casino. Hvar er hann? Hann er í smá vandræðum að koma sér á stað. Þá er Hannes kominn aftur fram fyrir hann. Ásamt Gessinni. Hilli næst í farin aftan í Jón Valdimars inn í aðra beygju. Þeir eru í snáknu núna og náttúrulega Pálmar Henry á McLarenu þar beintur þetta á. Það sé væntanlega gott til glóðarinnar ef að og Steinir nýr út í Hvar er hann? Hann er að koma inn á brautaþur. Hannes vandar sig við að komast fram úr honum. Smá snerting á milli yngri Gessina. Þessi takkar er eitthvað að snúast fyrir mér akkurat núna. Eitthvað aðeins að stríða mér. Það er Jói Egils mættur með audio leiðbeiningar, glæsilegt. Þetta er örugglega betra. Þetta eru venjulegu stillingarnir okkar. Jón Valdimars allavega komið með ágæti spil. Það eru allir á hardekjunum eða ekki? Já. Það ákvaða allir að byrja að taka hardekkin út og ef það skildi koma rigninga þá geta þeir sett
sett mögulega á softdekkin þegar rigningin er búin ef við verðum svo heppnir. Já. Ég glemdi alveg að kíkja á kortið og sjá hvernig síðasti klukkutími var fyrir keppni. Þú veitu kannski Ég skal kíkja á það snakast. Það virðist vera bara virðist eins og það sé búið að vera bara heiðskýrt síðasta klukkutíma. Fallegt veður í nóg í dag. Jón Valdimars tæpur í fyrstu beðni. Missir aðeins raskatið út á borsunum. Kemur allavega ekkert á radarinn, þannig að Nei, Björgvin er farin inn. Mikið er þessi Subaru greinilega góður á dekkin. Ég hugsa ég myndi ekki treysta mér í 12 og medium, sko. nei. Það er spurning hvort hann ætlar að taka hvort hann nái 6 ringjum og soft og taki 2 softstint. Það er spurning. Hilli missar hann næstu undir brúna. Seinni degnir beginni. Jónægir er allavega að koma með rétt tæplega 4,5 sekúndur í forskot. Það sýnir bara yfirbyrðið Lambósins. Það fyrir þá sem geta keyrt hann. Ekki gat ég það. Hannes búinn að vinna sig upp í 5. sæti hérna. Já, sýnir svona Subaruinn vera að strakla svolítið með við MR-bíluna sem eru undan honum. Já. Þetta er allt MR-bílar sem eru í fyrstu 4 sætunum, þannig að það gæti verið að þeir séu með einhverja smá yfirhönd á þessari braut. Nei, ég hugsa svo sé nú alltaf. Herru, Björgvin kom út á softdekkjum. Björgvin kom út á soft, hann alltaf bara þrjus í gerð að taka þetta ring og vera jolly á því. Það er spurning hvort hann ætla að taka 2 softstint eða hvernig hann ætlar að setja þessa strategíu sína upp. Já, ég meina þetta er ekkert útilokað, ég meina það er 8 stig fyrir 8. sæti ef mann rétt og svo höfðast er ringu 9 stig. Þetta er fín stigasöfn saman hvernig fer, sko. Já. Þetta er náttúrulega kosturinn líka við að vera í deildi og að mæta fáir, sko, að það fara alveg fullt af stigum þótt að maður geti ekki neitt jafnvel. Ekki það að Björgvin hefur náttúrulega sýnt á sanna að hann er þrjusökumaður, er ekki að meina það þannig. Ekki farin einar ásakarnir hérna í spjallinu. Ég myndi þetta eins fallega og hægt var. Ég var að reyna að hvetja nýja ökumenn til að gera. Ansi nálægt Jóni Valdimars. Já. Sýnir sig innan á. Pínu snerting á þeim inn í herpinninu, en þetta er nú aldeilis súpan. Þetta er Porsche, Ferrari, McLaren og allt fer þetta drengilega fram. Inn í spún, út úr spún, allir glaði með en öfuga halla sem að brautin býður upp á þarna. Jón með besta exitið sýnist mér. Með örlítið betra exit allavega. Það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli að negla exitið þarna út að það kemur beint kabli og svo beint inn í 130R. Pálmar Henry rosa víður í 130R, bremsa seint, heldur þessu ótrúlega snirtilega með skítu dekk. Ég er að taka síðustu beyguna ansi snirtilega. Casino twistið, köllum það bara, ég man ekki hvað þetta heitir á ensku. Danskoti. Nú verði ég að fletta þessu upp, sko. Þetta er náttúrulega þessi barátta milli Jón Valdimars og Hilla er náttúrulega bara mjög góð fyrir Jónægi, því meira sem að þeir berjast í
Meira forskot fær Jón Ægir. Ég nefndi ekki að googla þetta þarna, ég næði bara í bókina mína góðu. Og en sko kosturinn við það, ef að Jón Ægir vinnur þetta að þá verður þú svo svekktur yfir því að hafa ekki valið Lamborghini. Það því að fannst ein braut sem hann góður á. Þeir halda áfram 3, Jón Valdimars, Hilli og Pálmar Henry í baráttunni annarsætið. Og Hannes farin að klípa af þeim tíma fyrir aftan á. Hérna þetta Casino Triangle heitir þetta að sjálfsögðu. En það alveg spurning hvort að menn ætla að keyra þetta án þess að stoppa ef það kemur ekki rigning. Það eru bílar sem geta það. 15 hringir. Já, ef þú skoðar til dæmis bara dekkjaslítið á Ferraríunum hjá Hilla. Og sama með Lamborghini hjá Jón Ægi. Já. Þá held ég að það sé alveg vel geranlegt að taka þetta án þess að stoppa. Ætli það sé hraðasta leiðin, það spurningin. Það aftur á móti annað mál. Það sem að pitturinn á Suzuka ekkert óþægilega langur. Þannig séð. Ég heldur maður svona fyrir refsingu hérna. Út úr Degnir. Kemur hérna í herkunni. Og Björgun að verða komin ansi langt niður í softdekkjunum sínum. Allavega framdekkin hjá honum. Hann ekki ennþá búinn að ná að skáka hraðasta hringnu sem að Jón Ægir setti á harddekkjum. Subaru. Herðu, Jón Valdimars með penalty. Já, það þeir að koma inn á bakstritið. Hann náði sér í penalty fyrir Degnir, eða milli Degnir-beygjanna. Hann tekur út refsinguna sína hérna og Hilli ætti nú að fara hæglega fram úr honum. Pálmar Henry nær honum ekki, enda engin endarhraða á þessum McLaren. Aldrei bjóst ég við því að heyra Pálmar sýnir sig. Aldrei bjóst ég við því að heyra þig tala niður til McLaren, en jæja. Ég ætlaði nú að tala alveg sérstaklega niður svo myndir ekki segja þetta upp átt, en hérna... Já. En þá spurningin, Hilli að halda þessu? Það spurning hvernig þessi Ferrari fer með hann. Og Pálmar Henry innan á Jón Valdimars á innri línuna í næstu beygju. Tekur þetta örugglega aftur. En mjög hugrækt move hjá Pálmari að skjóta sér innan á hann í fyrstu beygjunni. Já, Jón Valdimars kann nú alveg varnaraksturinn. Hann hefur alveg sýnt að ef hann ætlar sér að halda þér fyrir aftan sig, þá gerir hann það. Já, þetta ekki fyrsta ferðin hans í kringu sólina. Nei. Og ekki í fyrsta skipti sem hann keppir á þessari braut. Nei. Þetta held ég eina af þeim brautum sem að hefur verið á öllum keppnisárum Gran Turismo samfélagsins frá upphæði. Snildar hönnun á kappaksstursbraut, eins og ég hef sagt þér alveg frá upphæði.
Ég skal leyfa þær að halda því fram á meðan útsending fer fram, en það verður ekki svoleiðis þegar að útsending er búin. Nei, svoleiðis. Jú, þessi brauti er alveg merkilega skemmtileg. En hún getur reynt ansi mikið á þolarrífin í manni þegar ef allt gengur í gegn. Hún er alveg skemmtilega erfið og tæknileg þessi braut. Það eru ákveðnir hlutir sem þurfa að ganga upp til þess að geta nýtt allt það sem hún hefur upp á að bjóða. Og herru, þeir eru nokkur að koma inn. Jónægir, Hilli, Hannes. Það er mikið rétt. Allir með sama bensinmagnið. Þið er að Jón Valdimars er komin í fyrsta setið, Pálmar annar. Medium, Hilli á medium. Hannes líka. Og Hannes út á medium. Spurning hvort að Jón Valdimars og Pálmar ætli að byrja að halda aðeins lengur út og fara svo soft. Steinir snæja hérna, dekkin hjá honum eru orðin, hvað segja það, 35-40% eftir. Það er mest af. Hann allavega keyrir ekki til enda. Já, það hefur verið að furða sig á dekkjaslitinu. Ég fór nú yfir allar stillingar, þannig að þær eru allar réttar, þannig að þetta sé ekki vindurinn eða eitthvað sem er að breyta frá því sem þeir eru vanir. Björgvin að koma út, kemur út á medium í þetta skipti. Jón Valdimars með 1,5 sekúndu á Pálmar Henry. Og svo eru ætti þá að keyra medium dekki til enda hjá Björgvin. Já. En það er ekki einn Lexus á braut. Pældur í því. Við erum með 2 Subaru og engan Lexus. Þetta er bara... Þetta er bara... Já, frábæra fréttir. Úrvalsdeildin pantaði upp alla Lexusana í Japan fyrir þessa keppni. Já, það var skortur á þeim. Pálma kemur inn. Já. Þannig að Jón Valdimar situr einn eftir með 11 sekúndur niður í Jónægir væntanlega. Það er verið að heimta rigninguna sem þú varst búinn að panta, Magnús. Er eitthvað að frétta henni? Var eitthvað senkun? Rigning allan tíman í annarri deild. Veðurguðinn sá sig eitthvað auman yfir opndeildinni með hvað þeir fóru illa með þá. Já. Í fyrra að mér skilst hann ætla að reyna að láta þetta koma allt saman út í annarri deildinni. En svo er hann að tala um það að hérna mögulega að dempa rigningunni fyrir alla 4 deildirnar á fyrstu deildin á morgun. Já. Að það verði 5 mínútur í þurru og 55 mínútur í rigningu. Það hljóma vel. Jónægir er að setja hraðasta hring næstu því 0,8. Þegar hann kemur inn í herpinni. Pálmar Henry kom út af mediumdekkjum í 5. setinu. 20 sekúndum á eftir lítir. Já, og Steini á náttúrulega eftir að pitta. Steini á eftir að pitta og er orðin pínutæpur. Það er náttúrulega klárt mál að hann fer inn. Hann er skoðum fram fyrir... Ég hugsa að Jón Valdimars muni reyna að taka þetta á nóstopp. Já, heldur hann reynir svoleiðis fífldisku aftur. Jónægir er að vinna svolítið á hann. Reyndar hægir hann gríðarlega á sér hérna þegar hann fer næstu út af í gegnum 130R. En ætti samt að vera að vinna á hann 1,5-2 sekúndur á þessum hring.
2-0-4-4, hann ætla ekkert að marka út af því, já, 2-0-3-5. Já, við sjáum hvernig þetta verður eftir næsta sekundur hring. á milli þeirra. Já, Jónægi var náttúrulega á allaf, sko. 2-0-1-9-8-8. Hraðasti hringur frá Hilla. Steinisnöða kemur inn. Hann gæti nú Jónægir hefur sett- verið að lenda í einhverju. Jón Valdimars var að auka bilið upp í 12 sekundur á Já. milli þeirra. Komið í 12,5 sekundur, þannig að þetta Steini komin út hérna sjötta á medium. Þetta gæti alveg gengið fyrir Jón Valdimars að Geirsson Junior kemur inn á hörtekjónum. Jón Brynjar kann greinilegt að skamma sín eftir raunir á Suzuka í fyrra. Ég heimt allavega smá rigningu í fyrstu deild. Við bara dönsum öll dansinn og vonum að besta á morgun. já, algjörlega. Sér það að Hilli er bara rétt 1,5 sekundu fyrir aftan Jónægi. Já, aldeilis búið að Hannes komin upp í 4. sætið. Á Subaru. Þar munar held ég helst liveryið sem hann er með. Já, heldurðu það? Já, ég held að hann sé að fá alveg að fá auka kílómetra í endarhraðan við þetta livery. Tekur hraðasta hringinn í þokkabót. Hvað er nú lein 2-4-1? Við vitum það náttúrulega að þetta er hörkuökumaður, það er engin spurning. Jón Valdimars heldur áfram á hardekjunum, á Porsinum, í fyrsta sæti, með rúma 9 sekundur í Jónægi. Það verður gaman að sjá hvort að Jóni Valdimars takist að keyra þetta á þess að stoppa. Já, þetta verður það, en ég hugsa hann takist það. Það er ekki nema 7,8 sekundur núna í bíl sem hann hefur, bufferinn fyrir aftan sig. En hringjafölda fer fækkandi og mögulegndin sem er eftir er alltaf að minnka. En dekkin að versna svolítið, já, og dekkin eru búin að versna ansi hratt núna á þessum 11. hring sem hann var að klára. Ef hann fer inn núna, Hannes er búinn að koma inn. Ef að Jón Valdimars fer inn og skiptir dekk núna, þá kemur hann út í 4. sæti. Já. Þá er Hannes komin á pallinn. Mikið rétt. Þannig að Jón Valdimars verður að láta þessi dekk duga. Þetta maður heyrir það svo sem ef maður er að fylgjast með honum að maður heyrir það alveg að hann er að reyna að kvísla dekkin og láta þau ekki skrika til í beigunum. Já. Er að taka minna á bílnum.
alveg rúma 3 hringi eftir, þannig að Nú ekki nema 0,3 ára á milli Jónas og Hilla, Ferrari en aldeilis að taka því. þeir örlítið betri á dekkin. Virkilega solid dagstur búið að vera hjá honum Hilmari. Já, algjörlega. Bilið 5,6 í lok 12 hringjar. 3 hringir eftir. Ég held að Jóni, ef hann tekst að halda sér inn á braut, og ég held að Jón Valdimar sé bara jafnvel með þetta. Þetta er Já, það er náttúrulega núna finnst að Jóna er komin í það að þurfa að vera að verjast Hilla, þá það er náttúrulega ekkert nema bara gott fyrir Jón Valdimars að þeir sé að berjast þarna fyrir aftan hann. Kannski prófar að setjast borð með Hilla og sjá hvort að það auðveldur eitthvað að Það tók það að auðvitað eitthvað að komast fram úr. Í baráttu við reynslumesta ökumann innan deildarinnar og meðan hann í hvað, 4. keppni eða svo. Og hann lendir í vegnum, kommentatorskjörsið alltaf hreint saman og þetta var nú leiðilegt að sjá að því að hann svo kominn á pallinn. Hilli með smá skemmt á bílnum sem betur verið lagast á 30 sekúndum. 20 sekúndum? Já, voru á 20 sekúndur. Nú er ég með fréttir úr spádómskeppninni miklu. Gerist eitthvað hjá Jóni Valdimars án þess að reyna að sitja á hann á lögin, og þá gæti Ingi mögulega verið með rétt fyrir sér. Agnar er næstu því dottinn út, Viktor líka, Arnar líka, Ási Káir líka. Hver var engin annar með kanónurnar á topnum? Nei, það er víst Ingi. Þú biðst afsökunar, biður Jón Valdimars afsökunar ef þú hefur rétt fyrir þér. Þá var þetta skrifað í skíin fyrir reis að hann myndi snúa á síðasta hring og hleypa Jóni og Hannesi fram fyrir sig. Munurinn er komin í 3,5 sekundu. Þeir eru að fara í gegnum snákinn á næst síðasta hring. Nú er að duga að drepast. Jón Valdimars er orðinn ansi tæpur á dekkjum. Já. Hann þarf að hvísla þessi dekk ansi vel ef hann ætlar að láta það duga. Ég myndi ekki vilja keyra þennan síðasta hring sem hann er að fara á hérna eftir þennan. Ég held að það sé búið að biðla til allara gúmmí- og dekkjaguða sem til eru það að skilja einhverja smá výrtægjur eftir hann hafi eitthvað. Hann þarf bara að fara og keyra út úr aksturslínunni til þess að pikka upp smá gúmmí, Það er kannski feature sem við ættum að biðja Kass í næsta uppdati sem kemur bara á 5. daginn held ég. 1,7 á milli þeirra. Út úr spún. Gott exit hjá Jón Valdimars. Og er að koma svona eins og smá alalæða yfir brautastæðið. Kólnar brautin.
Það bæði getur hjálpað Jóni Valdimars og sett hann í vandræði. Já. Hann alltaf kominn... Við það brautin kólni að þá náttúrulega minnkar dekkjaslítið en róti kemur að brautin verður sleipari fyrir vikið. Já, það vont þegar maður með lítið grip. Við erum komin á síðasta hring. Komin undir sekundu. Undir sekundu, komin inn í slipið, inn í fyrstu beygju. Mun meira grip, á mýkri dekkjum, á öflugri bíl myndi ég segja. Rigningin að hóta en ekki komin rigning þó. Engar rúðuþurrkur í gangi. Hannes með halva sekundu í refsingu fyrir aftan og í þriðja sætinu. Jón Valdimars ætti þá að vera nokkuð öruggum með allavega lágmarki annarsætið. Dekkin hjá Jóni Valdimars eru að reyna að segja ykkur að lygasögu það að eigi ykkur eitthvað grip eftir. Jónæði sýnir sig á innanverðinni inn í dekknir 1, dekknir 2 á betra exit þar. Ætlar hann að sýna sig inn í herpinnið. Utanverðinni ætlar hann að taka sitt sér rúið, hann fer svolítið djúpt fyrir það, á þó gripið í að keyra þetta. Utanverðinni, út af spún, utanverðinni. Utanverðin breytist í innanverðu hérna eftir skamma stund. Jón Valdimars verst þessu mjög vel. Þetta að verða tikkin það hver þorir að bremsa seinna. Exitið út úr spún. Jón Valdimars fer inn á, fer alveg innst á breytina. Ætla sér að hanga inn í línni. Senda Jónæði þá vítt í 130. Jónæði þarf að bremsa fyrir 130R. Þetta Jón Valdimars er komið með þetta. Hann er komið með þetta. Þvílíkur non-stop sigur hjá honum. Þetta er drag race út af línu. Jón Valdimars fyrstur, Jónæði annar, Hannes þriðji. Kannar taka fyrstu 3 sætin. Þvílíki síðusti hringurinn hérna sem við fáum að sjá. Frá þessum líka snilldar ökumönnum. Fjórði er Hilmar Pálmar Henry skila sér í 5. sætið. Nissaninn hjá Steinar Snæja. Og Bergur út af fyrir spún en með gott forskot á Björgvin. Já, Björgvin eini á 2 stoppum held ég. Já. Og samt ansi tæpur á þessum mítjundekjum. Já, þessi Subaru ekki góður á dekkin greinilega, ekki frekar en fyrir daginn. En það gleymdist að segja bæði Hannesi og Björgvinni að Suzuka var malbyggu 1962 og það hefur verið malbygg á henni alla tíð síðan. Þá viljum maður ekki rallybílar í þetta. Bergur endar 7. og Björgvin kemur hérna inn á ráskaplan og yfir endalínuna í 8. sæti og tekur snúningin í restina. Hannes mættur í spjallið, segir öldungadeild. Mikið rétt. En þá staðan orðin ljós. Jón Valdimars sigrar með því að sleppa því að taka pitstop. Það er spurning hvort að strákarnir í annarriðinni sé að skoða þetta stratt núna alveg. Við erum örugglega búin að vera að gera tilraunir núna síðustu 10 mínúturnar sko. Já. Jónæði endar annar, Hannes úr 7. sætinu endar 3. og með hraðasta hring í þokkabót á Subaru. Já, á Subaru.
ég ætla að standa við það. Þetta Liveryið sem að gera það að verkum og hún gekk svona vel á þessum bíl. Já, Samuræin sá til þess að þetta gengi upp. Last Já. to third komið. Hilli Þá bara verður 4., Hannes. Pálmar Henry 5. sæti, Steini Snæja 7., Bergur Geir 7. og Björgvin 8. eftir að hafa komið inn eftir tímatöku. Já. Já, og Hannes var náttúrulega inni, já, það er auðvitað svoleiðis. Hann startaði ekki alveg síðastur, þótt hann hafi endað síðastur þarna í smá tíma. Já, en hraðasti hringurinn hans Hannesar 20 sekúndur hraðari heldur í tímatökutíminn sem að setti. Já, mikið rétt. Þannig að ég held að það sé ágætis bæting í einni keppni. Já. Hann lærði þetta á meðan hann keyrði, það er bara svoleiðis. En nú er stutt í að önnur deildin byrji. Já, við þökkum áhörundum, styrktaraðilum, verkfærasalan Yamaha á Íslandi, verkfræðistofa Reykjavíkur, GT Akademían, Autocenter, Classic Detail, Kaldi, Dogobit, Lavasjó, Hamburgerabúlan, Kraftey og MS fyrir allt saman. Þakka ykkur áhörundur, þakka Magnús, sjáumst eftir Sömuleiðis. smástund í annarri deild. Hérna.